JavaScript. Þetta sem sagt ólíkt því sem að þið kannski hafi verið að vinna með, þá þetta túlkað mál að því leyti að það þarf að keyra í gegnum túlk, ekki gegnum í gegnum þýðanda, og þetta object-oriented stuðningur í þessu, en hann ólíkur því sem í Java og í öðrum svona classical object-oriented málum, að því leyti að það eru prototypur en ekki svona class object pælingar, svona class object-oriented já. Og við erum með dýnamískar og veikar týpur, en við erum ekki með sterkar static týpur. Við erum með fyrsta flokks föll, þannig að ef þið eru búin að taka forritunarmálið eða eru í forritunarmálum, þá þetta forrita í svona fallaforritun í JavaScript. Og svo getum við getum búið til svona hlutbundin gildinga eða svona procedural forrit í þessu og já, fallaforrit. En sagan, svo að þetta sé svona aðeins snertum að því hvaðan þetta kemur, en það var sem sagt mikið rush þarna á þessum árum þar sem að vefurinn var að vera til það að gera alltaf betur, og Netscape vildi shippa með einhverju svona scripting-máli, þannig að það var hægt að búa til eitthvað flóknara á vefnum en bara HTML til birtingar. Og Brendan Eich, hann bjó til JavaScript undir nafnunum Mocha og LiveScript, þannig á saga segir á 10 dögum árið 1995, og vegna þess hvað Java var ótrúlega heitt á þessum tíma, þá kom einhver marketing aðili þarna inn og breytti nafninu úr LiveScript yfir í JavaScript, af því að Java var að taka yfir heiminn og allir fannst það frábært, en það eina ástæðan fyrir því að þetta heiti JavaScript marketingmál. Og síðan gerist það að Microsoft vildi styðja þetta líka, þannig að þau reverse engineeruðu JavaScript út frá bara því hvernig þetta virkaði í Netscape og gáðu út undir nafninu JScript, bara held í 95 eða 96. Og síðan fór Netscape með málið til ECMA, sem European Commission of eitthvað Association, til að láta það sem óháðan aðila staðla málið. Þá var það staðlað þar og staðlað í dag undir nafninu ECMAScript. Og það var gert að ég held út af því að þau held að þau geti haft meiri áhrif á það hvernig málið yrði, þó að þetta væri hjá óháðum aðila, þá geti Netscape haft meira að segja það hvernig það myndi þroskast málið, en ég held að það sé nú hafa ekki alveg orðið þannig, en í dag það ennþá þarna, og það hópur sem heitir held ég TC39 sem að sér að staðla, og það eru aðilar frá Microsoft og frá Mozilla og alls konar fyrirtækjum að vinna að því að staðla á málið. Og skiljanlega fyrst þetta var búið til að einhverju 10 dögum og var ekkert sérstaklega fullkomið í byrjun, þá fékk þetta mikið óorð á sig í byrjun og var svona bara eitthvað sem alvöru forritar snert ekki á nema með löngu priki. Og hér grein frá honum Douglas Crockford, sem svona sá sem talaði mjög mikið máli JavaScript fyrir svona 5, 6, 7 árum, þegar að það var ennþá litið svona mikið niður á það, og hérna hann að tala um hversu gott mál þetta sé í raun og veru. En það svona flestir að komast á það í dag, eða bara sætt sig við að JavaScript allstaðar og það mjög erfitt að gera hluti án þess að nota eitthvað. En svo þroskaðist það og var útfært í öllum vefrum, og í dag svona forritunarmál vefsins að það eru í raun allar tölvur í dag. Einu sinni var það þannig að allar tölvur höfðu svona basic túlk eða basic compiler, þannig að maður gæti farið inn og opnað eitthvað í MS-DOS í gamla daga í Windows og fundið eitthvað stað basic þar sem maður gæti búið til einhver forrit. En núna í raun besta leiðin til að byrja að forrita í raun að vera með Vafra og opna DevTools, eins og við opnum, nú veit ég eitthvað vitast, nei, ef ég með með DevTools, og hér ég með console, og þetta bara interaktiv JavaScript túlkur, þannig að hér get ég skrifað eitthvað og ég hef aðgang að túlknum og ég get forritað þarna.
og þannig að það gerir þetta líka útbreiddasta forritanamáli í heimi. Fyrstu útgáfurnar sem voru staðlar 1 og 2, 97, 98, svo kom þriðja útgáfa 99, Regular Expressions, strengi með öllum og eitthvað svona. Svo var fjórða útgáfa var eitthvað svona dó í politík, fimmta útgáfa kom síðan 2009 og var í raun bara svona bugfix á það sem að þriðja útgáfa var og það sem fjórða útgáfa vildi verða. Bætti smá við virkni, bætti við strict mode sem var aðalega til þess að geta skrifa forrit sem að svona lokaði á marga af veikleikum málsins, en síðan kom ekki fyrir en í fyrra útgáfa 6 og hún var kölluð ECMAScript 2015 en er sjötta útgáfan af málinu og inniheldur alveg glás á nýjum fítusum sem að við munum ekki fara út yfir í byrjun af því að þeir eru ekki orðnir það staðlaðir að allir vafrar styðji þá að fullu leyti, en við munum samt skoða leiðir til þess að geta skrifað í ECMAScript 2015 í dag og transpæla því yfir í eitthvað sem við getum ECMAScript 5 sem keyrir á öllum vöfrum og gerir það að vinna með JavaScript miklu skemmtilega. Og svo kom ECMAScript 2016, kom bara út í júní í ár og svo er svona fljótandi next útgáfa sem er verið að staðla og það er bara alltaf eitthvað prósess og svo er bara gefin út útgáfa og ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta er að virka núna. Það er miklu meira líf í þróun á JavaScript núna en hefur verið bara í 15 ár. Við erum með hérna, þetta útgáfa 5 er stutt eiginlega að öllu leyti í öllum vefrum og við ætlum að byrja að þið fara yfir útgáfa 5 og fara síðan yfir þetta útgáfa 6. En syntaxin er mjög svipaður og í Java og svo er þetta prototype objektakerfi kemur hérna frá Self og ég held að ég fari rétt með að Brendan Eich hann agiteraði fyrir því í fyrstu að scriptingmálið sem Netscape myndi shippa með væri Scheme en það lá ekki vel fyrir hérna hjá einhverjum sem var hérna að það er svona Lisp mál keyrt í vöfrum, en ímyndið ykkur hvernig heimurinn væri ef að Scheme hefði verið í vöfrunum en ekki í JavaScript. Syntaxin er case sensitive. Við getum sett athugasemdir bæði með svona multiline stjörnum og svona tveimur forwardslösum og við megum ekki nesta kommentin, þá fáum við syntaxvillu. Og stafabil geta skipt máli. Við getum skrifað alveg fullt af bilum og svona, en það eru aðalega newlines sem skipta máli og það er út af því að semikomman er í raun statement terminator eins og Java og C, en hún er ekki krafa og það er algoritmi sem segir til það ef við sleppum því að skrifa semikomu í endanum á einhverju statementi hjá okkur þá er þessi algoritmi mun fara og setja inn í túlkunarskrifinu hérna semikomur til þess síðan að keyra á túlknum sem síðan veit þá hvað er í raun endir á einhverju statementi og byrjun á einhverju næsta sem gefur okkur það að ef við skrifum return og nýja línu og ætlum að vera eitthvað sniðug þá gerist það að við returnum í raun engu gildi og svo er bara hérna statementið á eftir bara túlkað einhvers staðar í voidinu og ekkert gert eða þú veist það er aldrei túlkað því það er bara unreachable code. Þannig að þetta er aðal dæmið eitthvað sem við getum lent í vandamáli með og svo er það sama hérna ef það væri eitthvað svona við vildum keyra einhverja sagði á eftir því að við erum að gera einhverja breytu þá myndi þetta vera túlkað í raun sem margföldun og b inn í svigan hana. Þannig að þetta er svona maður lendir ekkert sérstaklega mikið í þessu og það er ef maður temur sér það að skrifa alltaf semikomu og við munum líka sjá svona forrit sem að hjálpa okkur við það að skrifa alltaf semikomu sem er svona linterar en hérna við getum svona sem að rekast á þetta. Svo eru breytur við skilgreinum þær með var og það er í ECMAScript 5 svo snúum við þessu alveg haust þegar við finnum í ECMAScript 2015 en við segjum bara var og það skilgreinir breytu með nafni og við getum aukalega gefið gildi sem að væri þá bara eins og við þekkjum og þar sem að syntaxin er hástafa næmur þá er þetta ekki sama breytan og við getum síðan sleppt var en ef við gerum það þá fer breytan sem við skilgreinum
úr því scoping leveli sem við erum í, segjum við séum í einhverju falli og við erum bara að vinna eitthvað þar, og við sleppum var, þá fer þetta í global scope, sem við munum skoða svona scoping regluna seinna, en við viljum það ekki, þess vegna setjum við alltaf var. Þannig að þetta svona við bara temjum okkur góða siði, alltaf semikomur, alltaf var. Svo erum við með frátekin orð sem að valda okkur villu, eða kasta villu ef við reynum að nota þau í breytunöfnum eða öðrum nöfnum þar sem að túlkurinn mun búast við í að þetta sé að byrja einhverju nýja statement. En svo típukerfið í JavaScript öðruvísi en í Python og Java og C að því leyti að við erum með dýnamíska típur, sem þýðir að ef við skilgreinum breytu þá hefur breytan ekki típu, þannig að við segjum ekki int eða eitthvað, við bara búum til breytu, heldur hafa gildin sem eru í breytunni típu. Þannig að þau geta verið strengir, tölur, boolean, function, undefined, object eða null. Þannig að við getum búið til breytu sem bara a, það er nafnið á breytun okkar, og svo getum við gefið henni streng og svo getum við gefið henni tölu, fall og undefined. Þetta allt saman í góðu lagi, af því að við erum alltaf bara með típuna á gildinu en ekki á breytunni. Þannig að þetta leyfir okkur það að skipta á milli og gera svona áhugaverða hluti, en samskapi getur þetta valdið mjög skrýtnum hlutum. Og þá út af því að við erum með líka veikar típur, að við megum í raun breyta á milli. Og þegar við notum þessi gildi, þegar við tökum einhverja tvö gildi og tveimur breytum og vinnum einhvern veginn með þau saman, þá mun túlkurinn reyna eins og getur að láta það virka. Og hann mun kasta þessar gildunum. Hann mun taka eitthvað gildi og kasta þau eftir reglum yfir í það gildi sem þarf til þess að eitthvað gangi upp. Og þetta þess að type coercion, og við munum fara aðeins yfir þær reglur. En þetta leyfir okkur að komast að mestu fram hjá svona type errors í keyslu, og það gefur okkur örugga típur. Við munum geta unnið með þetta allt saman og plúsað saman og dregið frá allar breytur, og gildin í raun valda því að við fáum alltaf eitthvað, en ekki það oft eitthvað sem make sense. Til dæmis getum við lagt saman tölu og streng og fengið út strengin. Við getum lagt saman fylki með 0 í við strengin 2 og fengið út strengin 0,2. Og ef þið horfðu á vídeó sem einhver postaði inn uppáhaldsvídeónu mínu JavaScript, sem watt, þá sjáu þið mitt svona forritara stand-up, sem mjög skemmtilegt. Og það sem að verið, hvað gerist ef þú leggur saman tvo hluti og færið út eitthvað furðulegt. En já. Þetta getur valdið okkur vandræðum ef við erum sloppy. Ef við bara pössum okkur, þá er þetta ekkert mál, en við getum alltaf lent í einhverjum skrýtnum böggum bara af því að þetta öðruvísi og svona meira rólegt en compilерinn sem segir okkur bara strax ef við gerum einhverjum villu. En primitive típurnar sem við höfum í málinu eru string, number, boolean, undefined og null function, og þetta eru svona grunneiningarnar í málinu. Svo erum við með object, og það það sem aðrar típur eru, og við getum búið til okkar eigin objecta. Svo erum við með líka innbyggða objecta, til dæmis array, date, error og math, regular expressions, sem í raun eru síðan með einhver föll á sér og einhverja fasta, sem við síðan getum notað til þess að gera fleiri skemmtilega hluti. Við höfum líka objecta fyrir þessi primitivum, þannig að við erum með string með stóru s-i, og það getum við notað til þess að nálgast, og það eru svona containerar fyrir föllin sem að síðan primitive típurnar hafa. Við sjá hvernig það en það bara sama, bara alltaf með stórum staf. Svo erum við með typeof. Það svona einstæð aðgerð, unary operator, sem ef við gefum því eitthvað gildi, hvort sem það bara beint eða breytu, sem að þá mun bara leita að gildinu í breytunni, þá fáum við típuna á því gildi. Þannig að við getum segja type of hello strengur og type of 1 number. Þannig að getum við svona athuga hvað í gangi þegar hlutirnir eru að koma inn, við erum með eitthvað fall, það verður að taka við streng, þá getum við athuga hvort við séum í raun og veru að fá streng.
Svo eru strengir venjulega skilgreindir með þess að svona úrfellingakommu, ekki með gæsalöppum, og þetta er sem sagt immutable röð af Unicode stöfum, þar sem hver stafur eru 16 bitar, þannig að við erum með Unicode, eða 2 bæti hérna, og hann er í raun immutable strengurinn, þannig að alltaf þegar við gerum einhverja strengiaðgerðir, þá er alltaf bara að búa til nýjan streng á hípnum, þannig að það er ekkert að trufla okkur, en þú veist, það er samt það sem er að gerast á bak við tjöldin. Og við getum svo verið með texta og í raun Unicode gildi, bara eins og við viljum hérna um byrj. Svo getum við fengið lengd á streng með því að kalla í lengðfallið sem er þá á strengnum sjálfur. Og þá getum við bara kallað í það beint á strenginn og fengið lengdina á honum. Og concatenation er með plus í ECMAScript 5, en svo breytist það þegar við förum í 2015. En þá fáum við sem sagt plusu við saman strengi til þess að konkata þeim. Og þá náttúrulega koma síðan þessar type coercion reglur inn í þegar við erum að fara að konkatenata tölur inn í strengi og strengi inn í tölur og svona. Svo erum við með backslash til þess að escapea eða setja sérstafi inn. Þannig að hérna getum við séð ef við tökum þennan hérna streng. Tökum hérna. Og þá sjáum við að hann er high innan gæsalappa og svo kemur new line sem er hérna backslash n og svo by í nýri línu. Þannig að þannig erum við bæði að setja inn gæsalöppina sérstaklega og svo control karakterinn new line með backslashi. Og svo erum við með hérna backslash t sem er tab karakterinn. Þetta er svona það sem við erum yfirleitt að eiga við. Við getum átt við og skoða inn í strengi. Þá erum við með ýmis fall til þess að gera það eins og til þess að eiga við strengi og eitt af þeim er char at sem gefur okkur gildið á streng í sæti 0, en við getum líka referensað inn í strengin með array, operator, svona. Þannig að hérna gerum við og fáum t, e og svo framvegis. Og fyrir alla virkni í JavaScript þá er langbest að fara inn á Mozilla Developer Network. Þar eru langsamlega bestu documentation JavaScript sem mál, bara almennt. Fá öll method og sjáum í raun hvaða stuðningur er í hvaða útgáfum af málinu og hvað þetta er skilgreint, og þetta er hérna stutt hér og svo framvegis. Þannig að þá er oft bara að googla eitthvað, bara NDN og svo eitthvað og þá kemst maður inn á þetta. Og þetta er langbestu almenni referensin, en annars finnið þið yfirleitt lausn á öllum eitthvað JavaScript vandamálum á bara Stack Overflow. Svo erum við með number, en það er bara ein típa fyrir tölur í JavaScript og það er IEEE eitthvað floating staðallinn og það er 64 bitar þar sem við erum með 1 í sign, 11 í brot og 52 bitar í gildi og þetta þýðir þá eins og þið hefur kannski lent í öðrum forritunarmálum og við þurfum að passa upp á nákvæmni. Ef við leggjum saman einhverjar tölur, man ekki nákvæmlega hvað er, þá fáum við hérna 0,00001 sem gildi. Þannig að þegar við erum að bera saman tölur sem eru í brotum þá þurfum við að vera með svona delta samanburð. Þannig að við þurfum að vera draga frá og athuga hvort að munurinn er innan einhvers delta sem við settum okkur við. Það er ekki nógu gott að vera með bara beinan samanburð á tölum. Svo erum við með infinity og minus infinity sem eru gildin sem við fáum ef við erum að gera einhvern reikning sem að skilar okkur overflowi yfir þessa 64 eða 52 bita í gildi sem við erum með. Og líka ef við erum að gera eitthvað sem við megum ekki, eins og ef við erum að deila með 0, þá fáum við infinity. Af hverju, veit það ekki, en svo erum við með nan-gildið sem er þegar að það eru framkvæmdir einhverjar reikniaðgerðir sem eru í raun ekki með, ef við erum að draga streng frá streng, þá eða draga tölu frá streng,
þá virkar það ekki og þá er í raun skilar túlkurinn none, not a number. Svo erum við með fall sem heitir is none af því að none er svona sér gildi og er ekki hægt að segja bara hérna er none jafnt og none, það er false, en is none það er true. Þannig að við erum með þetta is none fall sem athugar hvort að gildið, og það er þá er í raun þetta gildi sem við setjum hérna inn, því er kastað áður. Þannig að við getum sagt 1 mínus a, það er none, af því að 1 mínus a, það er reiknað á því, og svo er því kastað yfir í tölu, og það er athuga hvort að það sé none eða ekki. Svo ef við erum með einhvern streng, og við ætlum að ná heiltölu úr henni, þá viljum við nota parseInt sem er fall sem er til staðar bara í öllum túlkum og er í málinu. Það tekur streng og radix sem er í hvaða tölukerfi við ætlum að gera þetta og skilar okkur tölunni úr honum, og það er reynt að finna bara fyrstu töluna sem er til staðar, þannig að það er bara hort á strengin í raun. Þetta er 0, þetta er tala og svo búið, og þá skilast hérna 100 og við segjum að þetta er í 10 í desimalkerfinu. Hérna byrjar hún a, ekki tala, þannig að þetta er none, en hérna er raun 0, 1, 0, 0, tala, ekki tala, og þá er raun athuga hvað er komið og því er skilað hér. Þannig að oft þegar við förum að vinna með það að taka við einhverju inputi frá notendum, þá getur þetta orðið svona skemmtilegt verkefni, þar sem við þurfum að passa það að ef við skrifa þetta inn, hvernig ætla ég að passa upp á að þetta sé allt í réttu formi. Já, þannig að allt sem er hérna á eftir, við getum verið með bara heila ritgerð hérna og við fáum alltaf bara 100. Já, og ritgerðir geta innihalda tölur og það skiptir ekki máli. Og svo hérna, þá getum við tekið þennan streng og sagt hvað er hann í binary. Hann er þá 4 og við getum í raun skilgreint það áfram farið hérna í 500 kerfið. Ég kann það ekki, en þetta er greina 25 þar og oktal og svo framvegis. Svo þegar við erum aftur að vinna með brot, þá getum við nota parsefloat sem að reynir að ná þá heiltölu með broti út úr streng og það skilur að tölu að naðan og heiltalan verður alltaf í raun í talan verður alltaf í desimal, þannig við skilgreynum ekki radix og leitar að punkti. Þannig til dæmis ef við ætlum að reyna að taka þetta og parsa einhverja floating tölu úr inputi sem var tekið á íslensku, þá myndum við þurfa að fara að hugsa að passa upp á localinn, að þegar við myndum skrifa þetta náttúrulega sem þetta væri 100.123 í okkar lokal íslensku, en í Bandaríkjunum er þetta 100,123. Og svo erum við með toFixed sem að skila þá aukastöðum. Við gefum upp hversu marga aukastöðu við viljum og skilar það því með aukastöðum. Þannig hérna sjáum við aftur hvernig við megum gera svona. Við megum segja 100.66 sem er tala og svo er þetta bara túlkurinn fattar að þetta er síðan fall á tölunni til þess að gera þetta. Og þetta rándar upp, en svo erum við með math sem er partur af standard libraryinu í JavaScript sem er nú ekki stórt og mikið en það er alltaf eitthvað. Og þetta er innbyggður hlutur fyrir stærðfræðagerðir. Hann gefur okkur fasta, og tveir logaritman og pi og þetta, og svo föll til þess að gera. Og þar líka er ceil og floor. Þannig að við getum alltaf kallað í math hérna, ceil 100,1, það er 101, og við erum með floor, það er 100. Og svo erum við með round sem að getur síðan rounda fyrir okkur upp eða niður eftir þeim reglum. Boolean gildin eru true eða false og við erum með flesta þá virkja sem að
þarf við það og líka bitavirkja. En það hérna ternary operatorinn líka sem að, ég man ekki, ternary í Java? Já. En hann mjög skemmtilegur, mæli með honum, gaman á honum. En það sett svona til þess að spurningamerki og ef að gildið true hérna, þá tökum við fyrra, ef það false þá tökum við seinna. Þannig að þetta gefur okkur 1, en þetta hérna gefur okkur 0. Þannig að það þetta shortcutta sig þegar maður með eitthvað svona if sem bara með í raun einföldum tveimur brönsum. Og svo þess að samanburðarvirkjarnir eru 4. Það þess að jafnt og jafnt og, jafnt og jafnt og ekki jafnt og svo í raun jafnt og jafnt og jafnt og ekki jafnt og jafnt og. Og þessa hérna ætlum við alltaf að nota í öllum samanburði. Af því að munurinn á þessum tveimur sá að þessi hérna kastar gildinu báða megin, gildinu sem við erum að hérna bera saman, hann reynir sem sagt að athuga hvort það sé eins. Þannig að við getum hérna ef við spyrjum 0 jafnt og 0? Já. 0 jafnt og strengurinn 0? Já. 1 jafnt og strengurinn 1? Já. 1 jafnt og true? Já. Þannig að þú veist, þetta meikar ekkert sens, en ef við notum 3 jafntomerki, þá byrjað að athuga, gildi vinstra megin og gildi hægra megin af sömu típu, og ef ekki, þá bara strax sagt nei, þetta ekki það sama. Þannig að 1 ekki strictly equal to true, og 1 ekki strictly equal to strengurinn 1. Þannig að þetta samanburðurinn sem að við viljum alltaf nota. Svo erum við með 2 skemmtileg gildi sem eru undefined og null, og undefined sem sagt gildið á breytum sem hafa ekki verið skilgreindar. Þannig að ef við gefum bara búin til breytu, gefum henni ekki gildi, þá hún undefined. Og sama hluti, að við erum hérna sem sagt með breytu og hún hefur ekki verið skilgreind, þannig að hún undefined. Og líka ef við gerum hérna type of bara eitthvað, þá það undefined, var ASDF, þá það líka hérna undefined, þegar það ekkert gildi inn í henni. Og svo erum við með null, og það bara þetta, við erum vísvitandi ekki með gildi, og til þess að athuga hvort að breyta innihaldi null, þá gerum við samanburð bara við null gildið. Og type of null samt object, en það buggur í staðlinum sem ekki hægt að laga á þessum tímabili, þegar það of mörg forrit sem að gera ráð fyrir því að type of null sé object, þannig að sela við. En við erum svo að, og object, object svo að svona associative array. Þannig að við erum með svona array sem eru með gildin í honum sem bæði nafn og gildi. Þetta eins og hassmap eða dictionary eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við getum búið til object með því að nota svona shortcut syntax hérna sem byrjar á curly bracket og endar á curly bracket. Og inn í honum gefum við keyinn og svo gildið á honum og keyinn og gildið og svo framvegis. Og svo getum við nestað þetta og haft key sem með gildi sem annar object og svo framvegis. Þannig að við getum búið til mjög flókna gagnastruktúra með object. Og við getum bæði unnið með þetta sem dot notation, sem að segja þá foo.bar, þegar við erum búin að búa til hérna hlut, þá finnum við foo.bar sem leitar að litlinum hérna og skilar því. Og svo getum við líka notað bracket notation. Og það þá ef við erum með eitthvað nöfn sem eru ógild breytunöfn eða frátekin orð. Þannig að þá getum við verið með eitthvað hérna þegar við mögum ekki skýra breytur með mínusmerki. Þannig að þá getum við notað þetta til að fá lykla með mínus í. Og þetta svona öruggari leið, en yfirleitt nota maður svona dot notation alltaf þegar maður getur það. Og svo getum við tekið sér hluti og við getum breytt þeim og bætt við og eitt gildum á keislutíma. Þannig að við getum, ef við tökum hérna dæmið á undan, þá
þá get ég búið hérna til object sem foo, þá get ég spurt hérna foo, hann object með þessum litlum inni og ég get spurt foo bar og foo bar og svo get ég sagt foo bas annar object sem inniheldur foo sem inniheldur 1 og svo get ég spurt hvað foo þá það hérna, þá gott hérna í DevTools að ég get expanda hlutin og ég get farið að drilla mig niður inn í hann og svo þetta proto hérna, það partur af prototípunni en við höfum skoða það seinna og þá getum við séð hérna að þessi hlutur inniheldur þessa hluti en núna ætla ég að fjarlægja þetta bas, þá gerir ég delete og þá fæ ég foo og þá allt inni foo orðin bara með bar inn í sér. Þannig að þetta mjög versatile leið til þess að geima gögn. Svo erum við date, það new date og date og þarna getum við fáum við bara frá Unix epoch sem 1970, 1. janúar, minnati, sekundu síðan þá og svo getum við líka unni með á alls konar hátt með svona get og set föllum, set daga, mánuði og svona en eins og við sjáum hérna þetta set skilgreinir 1. janúar 2020 og mánuðurinn hérna 0 en ekki 1. Þetta aftur eitthvað bara sem að kom hann inn og ekki hægt að breyta í dag þar sem að það myndi öll forrit sem skrifuð í dag verða off by 1 þannig að þegar við notum date þá mánuðir 0 indexaðir dagar 1 indexaðir svo array það sérstök típa hlutum og þau fá gildi úr þessum prototípu frá array smiðnum sem við sjá þannig að þetta bara hlutur sem að með sérfall og heitir array og við getum notað þess að new array eða shorthandið, þetta það sem við viljum alltaf nota þegar við erum að skilgreina fylki. Fylki þá bara eins og föll nema innihalda ekki lykla, þetta bara gildi og við getum hérna spurt lengð og það þá 0 indexa það 0 indexaðir arrayarnir og lengd skilja þá fjölda staka í fylkinu frá 0 til stærsta index og við erum með sérstök föll til dæmis eins og join til þess að sameina, push til þess að bæta við, pop til þess að fjarlægja og skila, concat, shift, slice og splice og alls konar svona. Þannig að hérna getum við séð að við erum með eitthvað fylki með gildum, við getum spurt þau, við getum séð hvað mörg gildi, við getum sett gildi á arrayin, svo getum við joina hann saman til að fá öll gildin hérna í einhverju svona, þetta mjög gott og skemmtilegt, nytsamlegt fall og svo pop. Þannig að við getum gert ýmislegt. Þessu. Svo þær svona flæðistýringar sem maður myndi búast við, if, else, switch, for og svo for in sem öðruvísi en í öðrum málum og while og do while en for in leyfir okkur að taka object og ídra yfir lyklana í honum samt með smá svona fyrirvara það að þetta getur verið vesen, þannig að við notum þetta yfirleitt ekki en þetta þarna til staðar. Í sumum tilfellum getur þetta verið nytsamlegt. Og þetta fyrir í gegnum öll ítranleg eigindi hlutarins en ítranleg eigindi ekki bara lyklarnir sem gerir það verkum að þetta getur verið vandræðasamt. Svo erum við með föll og föll blokkir með hugsanlega nafni þannig að við megum vera með anonymous functions í JavaScript og það getur verið engar eða fleiri færibreytur, argument og hugsanlega með skilagildi. Við þurfum ekki að gera return úr föllum. Ef við gerum það ekki þá skila öll föll bara undefined þegar þau klára að keyra og þau svo hlutir, þannig komið að því. Föll hlutir og geta því verið gildi í JavaScript sem opnar þá opnar á fallaforritunar heiminn. Þannig að hérna erum við bara með einfalt fall og getum kallað því það og skiptir ekki máli í raun, það ekki typed argument í föllum, þannig að hér getum við sett bæði texta og streng og þá raun gilda bara þessar type coercion reglur það hvað gerist þetta inn í fallinu. En færibreytur á föllum hafa ekki týpur eins og í breytum heldur gildið á þeim, þannig að fall getur því tekið inn hvaða gildi sem en það gildir það að primitive gildin eins og strengur og tölur og hérna boolean þetta pass by value, þannig að það raun afrita gildið áfram en object pass by reference, þannig að ef við setjum hlut inn í fall
breytir hlutnum þá breytir þið upprunalega hlutnum. Þannig að hérna þetta breytir þessum hlut úr því að vera með gildið bar 1 yfir að vera með bar 2 þó við myndum kannski ekki endilega gera ráð fyrir því. En eins og það kannski ef þið hafið dílað við svona vesen þá þarf að fara út í að kópera hluti og það eru nokkrar leiðir til þess. Svo hérna getum við tekið fall og sent fall inn í fall og þannig að þetta er fullkomlega löglegt að gera og er svo skemmtilegt. Þannig hérna getum við í raun búið til og gert alls konar aðgerðir þarna inni sem síðan halda áfram og við getum sett fall inn í fall inn í fall inn í fall og þetta, já, þannig við munum skoða það líka aðeins sérstaklega svona functional forritun í JavaScript. En þetta var mjög þurr og hröð yfirferð yfir svona helstu atriði JavaScript og við höldum áfram með þetta á mánudaginn. En góða helgi!